Já, góðan dag. Ég heiti Guðmundur Emilsson og það miðvikudagur í byrjun aðventu og hér við borðið í eldhúsinu okkar mættur einhver alls skemmtilegasti maður sem ég nokkuð tímann kynnst og við höfum þetta siðs eða bara við getum ekki stjórna okkur að þegar við vitum það fyrir alltaf að hlæja. Þessi maður heitir Halldór Haraldsson, píanóleikari, píanósnillingur vildi ég sagt það og fyrrum skólastjóri tónlistarskólans í Reykjavík og hefur unnið mjög þarft og merkilegt verk í tónlistarlífi þjóðarinnar alla tíð og ég man eftir honum frá því að ég var lítill drengur og samt hefur hann ekkert elst. Hann alltaf verið með grátt hár. Er það ekki annars? Ég búinn að bíða alla ævi eftir að fá svona grátt hár. Já, nei, var það? Ég fagnaði mjög. Já. Góð aðsmæri mér, vinur minn. Heyrðu, já. Vildi ekki bara segja okkur við erum fæddur þá? Já, ég sem sagt, svo sagtur í dag, Vassberi. Nú skeið þetta eitthvað dulafullt. Það síðir einstaklingshyggjumaður, sko. Já. 18. febrúar. Já, þess náttúr einleikari. Já, akkurat. 18. febrúar 1937 í Reykjavík. Þetta einu ári yngri en Þorkell. Já. Aha. Sigurbjörnsson. Ég miða allt við hann. Já, það. Já. Þú þekktir hann nú vel. Já, hvað? Við vorum í tónlistarskólanum saman. Það segja okkur hvað þú voru í mörg ár saman í tónum. Ég meina sem kennarar og nefnendur. Já, svoleiðis. Já, sem nefnendur sko alveg bara frá því við vorum í hljómfræði tími hjá Róbert Abraham. Við vorum alltaf þrír, ég og Þorkell og Atli. Og við vorum á laugardögum. Atli Heimir. Við vorum síladags, áttum að vera í klukkutíma. Klukkan hvað? Klukkan 5. En tímanir urðu yfirleitt alltaf 2 tímar, minnst. Og svo ef það var eitthvað spennandi sem að hann fór að ræða við okkur, hann tók nefnilega alltaf raunverulega dæmi úr tónbókundum og úr verkum í hvort við vorum í hljómfræði, kontrapunkti eða hvað sem við vorum að ræða eða læra og svo bauð hann okkur heim kannski á sunnudagsmorgni til að lesa í gegnum symfóníur. Fenguðu eplavín? Ég man ekki eftir því, nei. Nei. Og hann setti gjarnan... Nei, ekki eplavín, býttu hvað heitir það, sætir? Sætir, já, það er eplavín. Já. Nei, ég var ekki búinn að kynnast því þá. Þetta var nú óáfengt. Hæ? Þetta var óáfengt. Já, jú. Svo þú lendi í sunnudagsheimsóknum? Já. En það var feikilega gaman að kynna svona. Svo átti ég eftir að kynna svona meira því ég var út að læra. Þá hafði hann farið í heimsókn til Ísrael og einhvern tíma var hringt í mig þar sem ég bjó hjá breskum þjónum því ég var út að læra. Þá var það kínverskur prófessor og hann sagði að það hafi verið maður hérna sem ég þekkti og þá var það Róbert og hann bauð mér í mat og það var mjög gaman að hitta hann þar. Þetta er mjög skemmtilegt nám þegar bara fengið að borða og drekka. Já, hann lýsti með mikilli tilfinningu allt sem hann upplifði þarna í Ísrael, sko. Svo því ég kom heim, þá lenti ég í því að spila í verkum hjá Filharmoníu og það var aldrei gaman að kynna. Já, Róbert stjórnaði. Hann stjórnaði, sko, já. Við fórum í gegnum mörg verk, þýska sálum eftir, Requiem eftir Brahms og Stravinsky og allt mögulegt. Ödipus Rex? Hann? Ödipus Rex? Nei, ekki Ödipus, nei, Sálmarsymfóníuna. Já, í F-mól. Já, og Þú fyrst nú fyrsta hljóminn. Er það ekki?
Já, ég man ekki, jú, það byrjar á því. Vistu það að því að við megum Það að... byrjar á túti. Já, ég veit það. Þetta er alveg geggjaður hljómur. Já. Svona breiður og mikill, svona þenur sig yfir allt hljómbarið. Og ég man því að heyra hann fyrst hérna upp á lofti, ég vissi ekki eiginlega hvað þetta var. Hann er svo flottur. Svo komst ég að því seinna meira að það er búið að skrifa fullt af doktorsritgerðum með hann. Já, auðvitað, já. Og hvaða fleiri kórverk varst það? Hvað varst það gamall þú varst að leika undir í honum? Ég hef verið eitthvað 25-6 ára eitthvað svolítið, ég man það ekki. Og hérna, já, við fórum í gegnum, já, það var Brahms og svo var Beethoven 9. og við fórum í gegnum Borodin, Pólowitska dansa. Já. Og býta nú við, það var meira. Hvernig? Það skiptir ekki máli, þetta er allt á bókum, en bökkum nú aðeins, segðu mér bara hvernig nám þitt hófst og hverju þú kynntist á þeirri leið. Já, sko, fyrsta músík sem ég framkvæmi held ég, var að þegar ég var smástrákur, þá var ég stundum inn í stofu, pabbi átti fínt telefóntæki og þetta var á stríðsárunum. Og ég var alltaf að leita að stöðum og ég fann ýmst þýskar eða breskar. Og í þýsku stöðunum voru svo flottir marsar. Og mér hafði verið gefin tromma. Var þetta á stríðsárunum, segirðu? Já. Ég hef verið svona 5 ára eitthvað svoleiðis. Og þá sett ég var með svona snúru yfir hálsinn og hafði trommuna og svo sett ég útvarpið á rosalega flotta marsa og svo marseraði ég kring og spila á trommuna. Ég held að þetta sé fyrsta músík framkvæmdin, sko. Ekki mútskýða af hverju þú spilar svona þessi eldfugli til dæmis, þú spilar hana miklum rithmískum nákvæmni, ekki rétt? Ég veit það ekki. Ég veit það. En næsta sem var að ég var svo hrifinn af harmonikum, sérstaklega þegar ég hefði verið á jólatrésskemmtunum og ég fekk mér svona pappírsarkir og brauðar saman í zigzag, sko. Já. Og svo dró ég þetta út og sundur og saman. Gerði það plísurð? Já, plísurð, sko. og söng hend eftir hann einhverju díti. Já, þú fundið upp á ýmsu. Þetta er fyrsta músíkseiningin. Það var ekki píanó heima hjá okkur. Það var hjá frænku minni og svo fór ég, því ég var í heimsóknum þar, þá fór ég svona að pikka út laglínu sem ég þekkti, sko, á nótnaborðinu, sko. Svo komaði við fengum píanó og og mamma kendi mér fyrstu lögin og ég tók eftir, sko, hvernig bassin var, sko. Það er líklega sem myndum kalla núna fyrsta sæti og 5. Albert, nei ekki, meira harmonikubassi eiginlega. Já. Hún kendi mér vals. Já. Svo ég fór að búa til... Má bjóða þér að spila hann? Nei. Og svo fór ég bara að setja saman lög við þetta, þannig að fór ég að spila svo mikið til eyrana. Hurra fyrir mömmuðinni. Ég gerði það, sko, og ég hef alltaf gert síðan. Þetta verð ég nú að fást aldrei því að mamma kendi mér nákvæmlega eins. Já. Og þar að leiðandi hefur mér alltaf finnst bara leikur einn að leika allan fjáran. Já. Sko eftir minni og eyra. Já. Er það eins með þig? Já, ég var alltaf hissa á því, sko, hvernig fólk gat verið í tónlistarskólanum og spilaði bara eftir nótum. Ég meina, það er eins og það skildi ekki almennilega, það bara las það sem var á blaði og spilaði það, en gat ekki, ef það fengi eitthvað laglínu, það gat ekki útsett það bara á staðnum. Ég ætla ekki nefna nefna því að mennirna sem komið sögur þegar viðkomandi sem var frá fornu fari, en það var einu sinni bein útsending og jólaball í útvarpinu og það var þarna þekktu píanóleikari
og svo segir þáttastjóri, ef ekki enda því að syngja þjóðsöngin. Og það voru náttúrulega enga nótur og þessi heimsfrægi, eða ég segi ekki heimsfrægi, en þekkti píanósnillingur, hann hristi bara höfuðið. Það er bara það. Þannig að veit ég hvað tóntöld þetta er. Ekki. En hérna, ég held allar að fara... Hefur lent í þessu? Nei, ég ekki lent í þessu. Nei. En ef ég byrja, ég alltaf geta útsett svona einfalt lög, en það er nú fræg saga af mjög frægum píanóleikara íslenskum, þegar hann voru til New York á Íslands fagnaði. Og hann byrjaði á Þjórsánum, en í miðju lagi þá fór hann yfir í annað lag. Rögnvaldur Sigurjónsson. Já, það getur verið þessi sami maðurinn, blessu sér minning hans. Dí-da-da-da-da-da-dí-da-dí-da-da. Og hann lög í þýlegi, sko. Ég held að það hafi verið sami maðurinn, ég þór ekki að hengja mig upp á, en hann var yndislegur kennari, ég get staðfest það. Já, það var hann, sko, ég fer í tónlistarskólann og hjá Stefán, hérna hjá Heinz Edelstein í Forskólanum og á öðru ári þar, þá fer ég í píanónám hjá Karsínu Danhoff og hjá henni í einn vetur. Og hún var nú eiginlega þekktari sem fiðluleikari, en hún var mjög sleipur píanisti, hún spilaði þó nokkuð. Ég heyrti það síðan, sko. Svo annan veturinn þá í píanónámi þá fyrir til Hólmfríðar Sigurjónsdóttur sem að ég fjölskyldan þekktum hana vel og var hjá henni í 2 ár. Svo fór ég til Rögnvaldar í 1 ár. Býttu Hólmfríð sem að var síðan aðstofakona Jóns Norðdals. Já. Hún var sem sagt fær píanóleikari eða hvað, kennari. Já, hún stúderaði út eftir hérna. Ég man eftir að heyra hann og sjá í Trípoli bíó spila á nemendatónleikum. Ég man fantasísku dansan eftir Sjostakovich. Já. Og svo fór hann til London og hún lauk prófið frá held ég Guildhall School of Music. Já, það er ekkert annað. Já, hún var mjög góður kennari. Ég segi stundum að hún hafi kennt mig mannasiði í að spila. Vegna þess að hún hérna var mjög ákveðin, sko, og maður komst ekki upp með neitt múður, sko. Ekki heldur á skrifstofunni. Og hérna, en það finna var með hjá okkur að móðir mín, hún keyrði Hólmfríði, passaði hana þegar hún lítið barn í barnavagni, sko, og systur hennar líka, Dóru. Heyrðu, kemur þetta fram í ættatölni? Nei, þetta er hinn ættin, sko. Já, það er sko, að hérna amma mín Ragnheiður Klásen, sko, og afi minn Gísli, þau Gísli, afi minn, hann vann hjá Geir Sóuka á Vesturgötunni, þar sem að Naustið er núna, eða þar fyrir í neðan, og þar var verslun, sko, sem að var eiginlega verslun sem að hefði átt að varðveita bara af því að hún er frá þeim tíma eins og verslanir voru þá og hann var þarna og hans yfirmaður... Það er núna bara bílastæðar? Nei, byggingin er ennþá þarna, já, en hún er ekki eins og hún var náttúrulega. En hérna, og Naustið er rétt þar, sko, er í sömu hús lengi. Ég held að heiti ekki lengur Naust. Nei, það heitir ekki lengur. Erum við eitthvað eldast? Nei, ég veit ekki hvað er núna, þetta er bara lokað allt, sko, ég farið hana nýlega á. En sem sagt, Sigurjón, faðir Hólmfríðar, hann var verslunarstjóri og afi vann hjá honum. Og svo lærði ég af henni. Og ég lærði af henni. Svo mörgum árum seinna, þegar ég tek við að Jóni Norðdal, sem skólastjóri, þá verði ég skólastjóri, en hún starfar hjá mér. Hélt hún áfram? Það bara snerist við, já, hún hélt áfram. Já. En sem sagt, ég er hjá henni. Þú varst kaupfélagsstjórinn hennar? Svo fer ég til Rögnvaldar. Ég var svo hrifinn af Rögnvaldi. Foreldrar mínir fóru svo mikið á tónleika. Ég gleymi einu. Sko, við fluttum þegar ég var 5 ára á Víðimel, 63.
og leigðum hjá Ólafur Þorgilssyni hafstýrartalögmanni sem var formaður tónlistarfélagsins. Allt komin í klíkuna. Og þar voru alltaf samkvæmi eftir tónleika þegar voru erlendir tónlistamenn. Ég skal segja, þetta samfelld drykkjusaga. Já. Þá komu þeir alltaf í boð þarna. Svo ég upplýði það til dæmis að sjá Adolf Busch og Sverkin hlaupa út úr húsi alveg svo strákar af því að það var byrjað að snjóa og byggu til snjóbalta og kostuði hverju annan Þetta alveg ótrúlegt. Hvað var að spila þá? Í Trípoli? Já, það var Trípoli. Hvernig var þetta Trípoli bíó? Þetta var alltaf Hermanna bíó, en þetta var bara, hafði góðan hljómburð og var bara góður konsertsalur og tónlistarfélagi hélt alla sína fyrstu tónleika þarna. Og líka kór og hljómsveitatónleika jafnvel? Já, hljómsveit tónlistarskólans með Birni Ólasinni. Já, hann stjórnaði þar. Og meðan ég man, tókst þú þátt í sköpunni eftir hættin í Steindós húsinu? Nei, það var Útbannstýts held ég. Hann stjórnaði þar. Segja okkur hans frá því. Ég upplýði það fyrir mína dagar. Hvað er þetta Steindós hús? Það þarna, hvað heitir hann aftur? Þetta er eiginlega vestast á Framnesvegi. Nei, ekki Framnesvegi. Hringbraut? Nei, Hringbraut og það sem að Sólvallagata fer alveg niður að sjó, Það er á þeim mótum þar. Vittu, man ég að rétt þetta hafi verið viðgerðarverkstæði fyrir Steindórsbíla? Nei, Steindór var mjög mikill business kall. Hann var með stóra leigubílastöð niður í bæ, þar sem er Ingólfstorga núna. Og hann var líka með rútur. Og þarna var hann með stór hús, ekki bara eitt heldur fleiri, stóri skálar. Og þar voru geymdir bílar og líka viðgerðarverkstæðir og þetta voru svona stór húsakynni sem voru notuð í svona tónleikahald En hvað tók þetta margt fólk í sett? Ég veit það ekki. Fórst þú ekkert tíma? Nei, ég var aldrei þetta. Þetta er fyrir þína tíð? Þetta er fyrir mína tíð. En Trípoli bíó stóð? Já, það hefur verið örugglega tekið svona 500-600 manns. Bíóið? Bíóið, já. Jáhá. Já, það er svona hálft Austurbæjarbíó Já, svo kom það. Og sætin voru bara hermanna svona klappstólar þú veist. Já, þú þurftir ekkert að klappa. Já, hvað voru við stætti? Þú, sem sagt, við erum svo fyrir að kvölda. Já, hvernig þóttu þér að læra í Rögga? Það var mjög skemmtilegt Ég hafði svo gaman. Það var skamall? Þá ég hvað, klísi ekki svona 10 ára eitthvað svo. Já, 44. Eitthvað svo, nei, ég 37 Já, 37. Það er þá heitilega 47, 9 eitthvað svo liðis Já. Varstu lengi hjá hann? Ég var einn vetur. Skrítið, ég líka. Og foreldrar mínir, þeir vildu endilega ég færi til Árna Kristjánssonar. Svo ég fór til hans næsta ár. Hvað var Röggi að láta þið spila eða Röggvaldur elsku hjartans vinur minn? Já, ég kunni afskaplega vel við Röggvald. Hvað var að láta þið spila? Hann til dæmis, hann let mig spila Hætningshóndur, hann let mig spila Bach og Schumann, albúm fyrir ekki Júgend. Hann let mig spila það allt, bara alveg frá að til öður. Var hann mikið... Ég spyr alltaf, var hann mikið í hljómborðinu eða var hann í stóru dráttunum? Hvað sér ég sílgi? Leir þetta fingrasetningar eða var hann í stóru dráttunum? Já, svoleiðis, já. Fraseringum og svoleiðis? Já, ég skil. Nei, hann var ekki mikið í svoleiðis. Í hverju? Þessu? Hann var meira í tækni. Já, fingratækni? Já. Já, með þetta, já. Og kenna mér að æfa og svoleiðis, Og ég man alltaf þegar ég var farin að spila meira og farin að fást við stærri verk, þá sagði hann, heyrðu væni minn, gerðu grein fyrir því að ef þú ætlar að verða píanisti, þá þetta svakalegt púl og þetta vinna og enn meiri vinna.
Kanntu herma eftir honum? Fer út í það. Kanntu herma eftir honum? Nei, ég ekki svo vel, sko. Já, hann sagði stundum, sko, annarkvar karmaður þetta eða ekki, sko, það er bara, það er bara svoleiðis. Hann hafði sérkennilega skemmtilegan talanda. Já, mjög. Og ég var í... Hann var bráðfyndinn. Það var bráðfyndinn. Ég var í Þrúðvangi, í stofunni. Já, það er tónlisskólinn. Í tónlisskólanum. Laufásvegi. Já. Ég hafði verið fyrst í Þjóðleikhúsinu, sko, þar á efstu hæð. Þegar ég var hjá Katrínu Dalhá, sko. Það er við Kauriskótu. Hæ? Það er við Lindagötu. Já, Lindagötu. Já. Nei, en í... Afsökið. Þarna var Fýll Blüthner Fríl sem ég spilaði á og hann hafði verið færður til kvöldið og svo kemur akkurat hvað er mennir að gera hérna að breyta hérna stöðun og svo reif hann í flílinn og ítt honum til og þá hafði sko það lag upp úr þakinu þannig að það farið nýr á dúkinn og hann var allur morkinn og það rifnaði upp allur dúkurinn sko og ég horfði á þetta alveg hreint hérna furðulostinn náttúrulega í þessum látum í kennaranum en ég kann kunna ægilega vel við hann og hérna en sem sagt þau vildi að ég væri ferð til Akurá hann var náttúrulega mjög ólíkur eins gott þetta heitir nefnilega samtal já. Því að svo gaman að tala við þig og við skiptumst á bröndurum ég skal segja sambærilega sög hún bara enn alvarlegri Nú, Já, það var einu sinni skólastjóri Eastman School of Music, hvorki meirinu minna og það átti að sína hún sérstaklega, ég kann mér segja nefna manni, ég bara kann ekki við það, sína hún sérstakann heiður og hún var búið að koma vía nýjan Steinway flíil í Syracuse, næstu borg við Rochester. Og það var búið að safna fyrir þessu flíklífti í mörg ár hjá okkur tónlistafélagi. Nú hann fer upp á svið og ekki alveg ánægður með staðsetninguna af flíklinum og hnikar hann aðeins til. Fannst þótti þetta alveg skrítið, hann var á hjólum og þá gerist það sem enginn átti vona á þessa vígsluðatöfn að flíillin bara sígur hann í gryfjuna og springur loft upp og það er bara gormar og strengir og allt drastlið og varði náttúrulega aflýsa tónleikunum. Ég held að... Var hljómsveit að gryfja það? Já, sko, hann stóð á brúnni, hann mátti ekki hreyfa hann. Já, hérna. Ég nú ekki upplifað svona, ég var eins og í Alberthól og þá hérna átti Julius Katzen að spila þarna 2 píanókonserta eftir Beethoven og það komu menn inn áður sko og rendu flíklinum inn svo voru þeir eitthvað að laga hann til og það var sem sagt aftari fóturinn þarna sem ég sér hann þá sað mér og ég segir ekki svo já, að hérna það var eitthvað gallið þarna í sviðinu þannig að hann bara það brotnar undir honum og hann dettur bara á pum niður sko niður í hvað? Já, hann bara í gegnum gólfið sko í gegnum gólfið sko altså fóturinn sko og hann skellir þannig niður og hvað gerist þá? Þá gerist það að það kom maður svona frá aftan á sviðinu kemur svona inn á sviðið sköllóttur svona með tekk valsmannlegur maður og þá segir gellur hjá einhverjum no, Steinway himself og það sprakk allur salurinn Já, þegar við förum og reyni hérna manstu nokkuð eftir Sir Arthur Bliss? Já, ég upplýði hann ekki, ég veit hvað hann var og vissi hvað hann sagði. En þú upplýði hann ekki? Nei. Ég með döðlangu til að segja svo. Já, endur vel. 17 ára seldi ég Triumph Spitfire-inu minn, sem ég var búin að eiga eitt sumar, til að komast til London og Edinborgar. Þetta kannski kveikir í þér einhverju sögur, því þú ert nú alveg upp í London. Já, í Edinborg líka. Já, Edinborg líka, já, hugsaði með henni ég segi frá og þetta var 8 afmælistónleika til heiðus honum ekki
nei, hérna Queen Elizabeth Hall já. og hann var búinn að eða nemendur hans, þetta var svona eins konar festskrift. Þeir voru búin að krunga sig saman og mynda alveg ofsalega flotta hljónsveit, strengjasveit. Og buðu gamlamanninum að stjórna og hann var náttúrulega orðinn mjög fullorðinn þegar þetta komið, áttræður og hrumur. Og svo þegar hann birtist á sviðsvæng, þá byrjar hann að tölta í róleitum að púltinu, allir stóðu upp og klappa og klappa og klappa og svo þegar hann kemur að púltinu þá lyftir hann með höndunum hægri fæti upp púltið og hérna tekur svo í rimlaverkið og tósa sig upp og hérna snýr sér svona í svona Charlie Chaplin að gestunum og hneigir sig svona kinkakolli og svo fór hann í 10 skrefum tilbaka eins og robot og settist á stól. Já. Menn sáu bara ekki að hann væri með neitt tónsbrota og hann stjórnaði bara með örfínum höfuðhreyfingum. Nei, og svo ef að feilurnar áttu að koma inn hérna vinstra með við hann, þá byrjaði hann að snúa sér svona hægt og rólega og leita á feilurnar og kinkaði létt kolli og svo fór hann með höfuð aftur tilbaka og svona stjórnaði hann hljónstinni og það var alveg stórkulegst. Þess vegna hef ég sagt við nefndi mína og sagði síðan daginn sko að stjórna hljómsveit það að hafa allt upp í höfðinu og í eyrunum og það sem að skipti minnstu máli að vera bað út öllum öngum. Hvað segir hún þessu sögu? Þetta er eitthvað í hug? Já, mér þetta í hug. Þetta eins og Rostein Svenski að þegar hann kom hérna fyrst, ég gleymi því ekki, ég satt nokkuð nálægt og hann setti hendurnar svona fram og hann eiginlega bara svona hreyfði aðeins bara eitt fingurinn sko. Já. Og það var allt svona mjög kyrrlátt allt sem hann gerði. Og ég spurði Guðnýju sem var þá ennþá Guðnýju Guðmus. Hún sagði, veistu það, við vitum upp á hár hvað hann á við. Já, af því hann er líka búinn að æfa þetta. Það er það sem að fólk áttar sig ekki á, jafnvel vanir tónleikagestir, að undan tónleikum hafa verið 5 dagar, oftar en ekki, og 3 klukkutímar, það sem að fólk hefur unnið með hljómsveitarstjórann. Og þeir eftir veifa hérna sprotanum í 3 tíma og dytti hendurnar bara af. Ég man líka, ég upplýði hérna Pierre Monteux og hann hafði svona litla hreyfingar líka sko. Hann var náttúrulega með mikinn feril að baki sko. Ég man alltaf þegar ég upplýði það í Evrópa, Boston Symfónían kom og hann stjórnaði og bara lítil hreyfing svona með hendinni og svo öll hljómsveit bara búm. En þá var hann búinn að æfa það. Hann var búinn að æfa sko, já. Þeir vissu nákvæmlega og hann búinn að tala það líka. Já, hvað? Hvað voru annars að það voru þetta að byrja alls saman? Við vorum stattir að Þetta heitir eiginlega tema og variation. Þetta minnir mig á fyrirlesning hjá Buckminster Fuller í háskólanum sko. Þá byrjaði hann með ákveðin þráð svona og svo fór hann langt til hliðar sko og ég sagði nú er gamli kallinn, hann var 83 ára hann var með ræðu yfir í 2 klukkutíma nú er hann búinn að tapa sér sko nei, svo kemur hann tilbaka og heldur áfram alveg það sem að frá tengir allt saman sko. Alveg svo við gerum. Já, það var að segja, við verðum að nú tækifæri og taka smá útútúra. Mótulegar og svolítið fjarræna tóntegundir. En Árni hins vegar, sko, hann fór mjög mikið í fraseringar og allt það, sko, mjög nákvæmlega. Og sérstaklega í að ég var svo stífur og hann var að mýkja mjög allan upp, sko.
passa að spila á slappaðan hátt og það var annars Býtum við, varst ekki að segja að hún ekki Hermína heldur hún Hólmfríður hafði svolítið svona hertu upp. Já, hann fór nákvæmlega inn í allt saman og eiginlega, hún var ekki í frasýringu þannig, hún var í artikulasjón og svoleiðis, stakkat og lekat og allt það, en hann fór meira inn í Stóru bóana, og uppbygging á verkum og allt það, en það var annars vegar þetta með og vera slagur og allt það, og svo hins vegar alla sögurna sem hann var með. Hann var alltaf með einhverja sögu hvernig sem átt að útlista, til dæmis því var með Ravel-sonatínuna, þá fór hann að tala japanska myndlist sem ekki í þrívídd og blinda menn sem að þegar þeir fá sjón, þá sjá þeir veruleikann ekki í þrívídd, það flatt eins og japansk myndlist og svo það reynslan, það náttúrulega bili á milli augnanna og svo náttúrulega reynslan að þeir finna hvort eitthvað í fjarlæð hjá hvað mikill í fjarlæð og svo framvegis þrívíddin en þarna var hann að útlista í japansku listinni, það þessi rosalegi fínleiki og fínleikin í Ravel-sonatínunni og með því að segja svona, það gaf manni miklu meiri maður getur unnið úr sjálfur hvernig maður tókst á við Ravel þá eftir Þú sást verki af öðrum sjónarhóli Já, alveg hreint, já Þetta alveg yndislegt Jón Nordal sagði það líka við mig að hann orðaði það þannig hann segir nú ekki mikið að Jón, þú veist það þegar hann talar þá bara skrifast það inn alveg stimplast hann sagði hann sagði fyrsta lagi að þeir menn sem hefði haft mest áhrif á hann í lífinu væri pappans og Árni Kristjánsson og Árna sagði hann sérstaklega að hann var svo vel að sér alveg sama hvar maður kom að honum Já Nei, hann hafði, ég ekki viss hvort hann hafði gagnfræðapróf, hann hafði ekki mikla menntun, hann fór í gegnum barnaskólan, en hann sjálfmenntaður eiginlega og talar kunni mörg tungumál. Já, og svo segir Sara hann að fara til Þýskalands eða Austurríkis eða hvað það nú var, í Þýskalands, og án fylgdamanns bara unglingur. Já, hann fór fyrst í Danmerkur og síðan fór hann til Berlínar og var hjá Xaver Scharwenka. En hann var nú held ég orðin dálítið aldraður, dóttir hans kenndi honum mikið líka En hann var í Berlín á þessum árum Og ég man að hann sagði mér einhvern tíma þegar við kynntist Árna betur að þá var svo skemmtilega hvað það komið svo ótrúlega skrýtnir hlutir stundum út úr honum. Þá var hann að segja mér að í Berlín á þeim tíma að þið varst að ganga á götu og gekk kvenmaður á móti þér, þá varst alveg viss að það var karlmaður. Þetta var svo pervers, borgin var orðin svo pervers á þessum tíma. Þetta milli 20 og 30 Og en förum aftur í kennsluna. Ég ætla að ég fekk hugmynd þeir eiga það sameiginlegt Jón Nordal og Árni Kristjánsson þessir ofboðslegu listamenn og faggerar að hvoruður hafði að baki skólagöngu, jável ekki barnaskólagöngu því að Jón var veikur heimi á sér en hann naut hins vegar uppeldis færustu manna starfsbræðra föðusins í háskólanum og hann var svo Alexander Mikli hann fekk bara að kenna hana heim og var fyrir vikið miklu menntari heldur Aristóteles var já
en menntun Árna felst í því að hann fer að heiman svo snemma og komin í heimsmenninguna. Hvað segir þetta okkur skólakerfið? Já, já, ef þú tekur Chopin, hann var hjá Elsner í tónsmíði, hann var hjá, Tsviki sem var í piano, hann lærði ekkert voðalega mikið, sko. Eða ef við tökum sumir kalla the pianist, sko, Leopold Godowski. Hann hafði fengið víst örfáa tíma, hann var algjörlega sjálflærður á öðru leyti og einhver merti píanóvirtuós sem að menn tala sko. Heldur að Mozart hefði orðið Mozart ef ekki hefði verið Leopold? það er að segja. En alltaf það eitthvað upplag þarna sem að ég ætla nú ekki að fara út í reincarnation núna, en ég veist að hún sé þarna bakvið. Já, þú meina að Mozart sé endurfæddur? Já, allir bara. Allir? Við erum öll endurfædd náttúrulega. Hvað var ég í þeirra lífi? Skriðir? Nei, það er nú bara að gera grínar kenningunni. Nú fyrir ekki, ég útskýri fyrir. Hvað geti hafi verið annar maður? Já, auðvitað. Þetta nú ekta hérna dítor. Manstu þegar við fórum að tala Tíbet og Nepal saman? Tala saman það? Já, þú ætlaðir alveg að missa eyrun. Því ég las bók 15 ára hérna upp á lofti sem hét Fannaland og fjallar þar sem breskur vísindamaður segir frá Tíbet og búddisma og einsettumönnum í hellum og öllu þessu og ég veit ekki hvort ég fekk þessa dellu þar en ég var alveg viss það. Þess vegna gleypti ég svo í þessa bóki mig. Ég var viss það alveg frá blautu barnsbeini að ég var endurfæddur, ég hefði lifað áður og ég hefði lifað í Tíbet. Ég hef aldrei þangað komið og hafði aldrei lesið hana. Þess vegna borðaði ég þessa bók. Hjálpa þetta þér eitthvað? Þetta svo mikið eins og við talaðum það kannski á eftir sem dessert. Nei, ég ætla að fara aftur í Árna. Sko, ég skal segja Guðmundur segið tannlæknirinn sko í tímanum að ég var að segja að það var slökunin og það var hraðsending og ég tala nú ekki túlkunar sko, hann sagði sko nú skal þú fara heim og kafa þú niður í verkið og fyndu þína lausn, ég bara bendi þér á en þú skalt það er engin einhver patent lausn svona, þú eru bara að finna þína lausn á þessu verki sko og inntakið. En svo var einsinni þegar ég kom í tíma með Mozart tónut í A-dur þar sem að lokakaflinn alla turka. En fyrsti kaflinn tema með variasónum og Syngdu dí-da-dam, dí-dam bam, baram, bam, bam. Sko, svo kemur fyrsta variasón da-da, da-da-da-da, da-da-da-da, já. Þá vildi ég nú sýna að ég kynni nú að vera með svona pör, sko, að þá fyrsta nota með áherslu, hún bundin yfir í næstu sem að svo sleppir, sko, da-da, da-da-da-da, og ég gerði þetta til að sýna að ég nú kall í krápinu. Og þá segir hann við mig, Halldór, sko, ef maður ætlar að stjóta lítinn fugl, þá þarfst ekki fallbyssu. Það er nóg að nota skambyssu. Býttu, og útskýrðu hvað bráð þér ekki við þetta? Ég vissi hvað það átti við. Já, segðu okkur það. Ég var bara með ofmikla áherslu. Hann sagði, hugsaðu áhersluna. Þetta er hrískotabyssu bara. En ekki gera hana svona stóra. Þú verður að gera þetta bara eðlilega. Syngdu það núna eins og að gera það. La 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 la. Já, þetta var flott. Við skal ég deputera í söng? Allir ég segja þér. Það veiktust 2 söngvarir bæir undir minni stjórn og mættu ekki á aðalæfingur. Það var óperavinur okkar Þorkels Grettir. Og það vantaði prímatónun og heititenorinn. Og það var ekki mannara að þetta var tækniæfing og lokaæfing en að einhver raulaði þessa rullu svo ég tók það bara að mér og söng aríurnar og restatífin
og stjórnaði hljómsveitinni. Kemur ekki vinur minn frá Sænska dagblaðinu sem skrifa mjög merkilega bókum hérna Jón Leifs og kannski þá allra bestu, ég veit það ekki, manstu hvað hann heitir? Já, ég man ekki, ég þekkti hann sko, kom hérna svo oft sko. Já, veitu, ég er að muna sjálfur, þess að spyrja þig. Veitu, allavega, hvað hétt? Karlun Norlén. Já. Segir, voðalega grafalalegur. Hann var nefnilega, sko, hann var með sjúklegan húmor. Segir, mjög alvarlega, Guðmundur, hefur þú sungið ofnbilla áður? Nei, segir, bara aldrei. Það kemur smá þögn og segir, ég það ekki slóra debutur í Bærvætt. Já, það er flott. Svo hlóa hann bara. Já, auðvitað, já. Já, við vorum að tala hérna í Mozart. Já, þú átt að sjá að halda okkur á línni. Já. Ég hjálp beðra að fara út af sporinu. Þú myndir kannski spila hvaða verki fór ekki. Árni lét mig spila heilmikið af Bach. Ég man fyrst ég komið Voltaire Péturs klavir, átt að æfa fyrstu prelutíuna og fúguna. Og þá var niður í Lækjargötu hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur. Jú. Og ég fer þar og kaupi Voltaire Péturs klavir. Ég held að það verið ógunnar. Nei, hún var ekki að Lækjargötu. Jú. Var hún ekki í Suðurgötu, Norðurgötu? Það var setna. Alstræti? Nei. Morgunblaðsöllinni? Sigríður Árnadóttir var það sem að er núna, sko, það var Nýja bíóa þar. Nú þetta er svona gamla sko, já. Og svo var hljóðfærahúsið í bankasæti sko. Já. Ég kaupi þessa útgáfu, kem með þetta tíma og Árni verður svona heldur sótröður í saman sér fyrir ekki að þetta er alveg gersamlega vonlaus útgáfa. Þetta var Czerny útgáfa. Já. Hann sagði Czerny sko. Býttu við, nota ég að hlusta. Sko Czerny var í tími hjá Beethoven og segist hafa heyrt hann spila þetta allt saman. Já. En það er ekki nokkulega marka að hann hafi munað allt sem Beethoven gerði og Beethoven gat gert svona í dag og eitthvað annað á morgun. Og það var eitt sem hann gerði að það er á annarri blaðsíðu, svona í annarri til 3. línu, að þá er mjög snögg módulasjón hjá Bach. Hjá Bach, já. En á þessum tíma þeir bættu inn takti til að brúa það betur sko. Það gerði transition. Já. Og Árni sagði þú er að fá þér aðra útgáfu. Náttúrulega ég prófa skólastjóran. Hvaðan þetta orð Czerny komið og hvað þýðir það? Ég veit það, ég hjálpaðist þess að læra það. Já, sko það er ekki Czerny. Það er Czerny. Það er seta. Ég var ekki að spyrja hans afsetningun, ég var að spyrja hvað þýðir og hvaðan kemur það? Já, þannig. Já. Nei, það veit ég ekki. En ég myndi halda að þetta væri að tékniskum uppruna. Það er rétt. Já. En hvað þýðir það? Það veit ég ekki. Við reynda vorum að keyra á okkur rafbraut í Tékklandi. Sé ekki allt í einum maður eldrauðu ljós upp á þakki og stóð Czerny. Ég segi nei. Píanóleikarinn tónskáldu og píanóleikarinn sem samtallar þessar leiðilegu fingraauðingar. Svo ég segi við reyndu, hvað þýðir Czerny? Svart. Já. Ég veit ekki með því kölski sko. En mér finnst það alveg mjög merkilegt að kunna þetta orð. Czerny var mjög merkilegur, hugsaður hann er með ópusthöru upp í 700-800. Þetta er ekki spurningu magneldur gæði Halldór. Nei, en sko hefur heyrt píanókonsert eftir hann? Nei, sem betur fyrir. Hefur heyrt kammermúsík eftir hann? Nei. Sko við þekkjum bara öllítið brot af honum sem voru bara svona. Já, þetta heita bara fordómar. Já, nei. Þeir eru ekki bannaður. Hann var merkilegur sko. Og og eitt merkilegt við Czerny að í erfðaskrá hans. Hvort er það Czerny? Að þá arfleiðir hann peninga í að koma upp dýraspítala
Nó, Hann var með marga ketti heima hjá sér. þá lít ég allt öðru með augunum. Mjög mikil dýravinur. Ég líka en þú. Sem að, já, við höfum alltaf verið með dýr. Já. Og þetta hann var á undan sínum tíma á þessu liti, til dæmis. Ég þarf að endur sko, einast sem ég man og ég viðurkenna það, þetta eru bara hrein og klári fordómar, þegar þú varst að tala um lýðræði hérna áður en við byrjuðum, og ég ætla bara að segja það, í lýðræði er leyfilegt að vera með fordóma, líttu bara á Trump. Ég var alveg ég var alveg sammálaður áður fyrir sko, þegar ég kom heim og byrjaði að kenna, þá gerði ég skoðanakönnun meðal nemenda minna, hvernig þið líka við tjernjæfingar, af því að ég sagði þeim ekki neitt sko, en í mínum huga þá var það svo leiðilegar að þetta geti bara komið veg fyrir einhver héldi áhrifum námi sko. Nákvæmlega, og það er það sem gerist hjá mér og Rögga. Já. Svo ger ég skoðanakönnun. Mér var þetta svo hryllilega óinteressant og þetta var ekki músík, þetta var heldur ekki skemmt, kreatíðar, þetta var bara svona matter of fact. Já. Ég hef alveg getað búið þetta sjálfur. Svo komu svörin sko, og þá ætti við öllum alveg óskaplega gaman að spila tjernjæfingar. Ha? Já, þetta var svarið. En sko, óðarlega er bara undarlegur. Sko, hjá tjerni að hver æfing hann tekur fyrir ákveð tæknilegt vandamál í staðin fyrir að æfa það bara sér, að þá býr hann til eins og svona kafla úr eða nokkra takta úr verki sko, hugsanlegu verki, og það er hugmyndin hjá hann sko, og ef maður nær því þá nær maður því í verkinu sko. Kannski finnst mér náttúrulega leiðilegur að ég hef ekki heyrt neitt eftir hann. Ég fekk alveg það er og annað hitt að ég komst aldrei nema blaðsíðu 3 eða 4 þá neitaði ég að æfa. Já, svoleiðis. Já. Hefur þú komist á blaðsíðu 5? Já, ég fór heilmikið áfram sko, svo því ég var úti að þó ég væri komin á það stig að þá setti kennarinn minn þar sem var mjög merkilegur, hann setti mig að æfa vinstri handar píanóskóla eftir Tjerni og hann er erfiður sko. Já, og það var mikið leksía. En sleppum hérna. Ég vil að mér til varna að segja, við vorum að ræða lýðræði hérna við Halldór og sko það er 20 í því, maður getur sagt já við mönnum sem bjóður fram, og maður getur sagt nei, sam og því, og það er eins með Tjerni og mig, það var nei, sam og því. Hefur heyrt Piero Concertan Paganini, nei hérna Chopins. Já, hvað? Ég þoli þá ekki. Nei, sam og því. Já, alright. Ég kútveltist í háskólabíói þegar ég heyrði að spila þar. Já. Og ég veit að píanóleikurinn finnst þetta voðalega interessant músík. Já, Chopin er mjög merkilegur sko. Hann er innan við 20 þegar hann semur báða píanókoncertana. Það laut að vera. Já. Og nei, sko. Það var ekki kjörgengur maðurinn. Sko, það sem hann kemur fram með þarna er algjörlega nýtt. Svonalega hafði aldrei heyrst áður. Blessaðu góði hérna kjaftaði mig til eins og með Tjerni. Já. Sko, Chopin þegar hann er ungur býr í Varsjá, hann fer til Berlínar, held ég 2 sem ungur maður. Hann heyrði Paganini spila og hann heyrði verk með Hummel. Hann var fín. Hann var fín sko, en sko að svo á þeim tíma, hann heyrir ekkit aðra en músík. Og út úr þessu vinnur hann sína músík sem er náttúrulega bara haldið stökkbreyting með þá músík sem var þarna undan. Bæði búningur, inntak og allt saman. Hljómaprósessar og allt saman. Þetta er mjög originalt sko. Og eins og þú varst að tala áðan að hann... Ég var að tala píanókoncertana, ég tók það sérstaklega frá. Ég er að tala um þá. Já. Mér finnst þetta bara fingraleik við mig. Nei, það er allt melodíst sko. Allt sem að þú telur að sé ykkur tækni, það er allt melodíst. Það er þá 5. Já, ég veit ekki, 4 kannski. Ég ger nú bara svo Árnis gerði við þig að farið heim og taktu þinn vinkil. Já.
Nei, Það er ekkit vitlaust að leyfa fólki hafa síðan skoðanir. Nei. Það var ekki að tróða einhverju upp á fólk. Já. Nei, ég man að fyrst þegar ég fór að heiman og hitti út af, það var svona félagsamtök, þá hitti ég nokkra þekkta tónlistamenn í London og við hittumst bara svona bara í brekkvast einhvers staðar og þau voru að tala svona hlutina. Og þá voru að tala svona í gamla dagast þegar verið að setja menn á stall eins og á Parnassu sko, Beethoven í konungsætinu og svona sko, og Mozart náttúrulega og Bach og Beethoven. En þú sagði, nú er bara breytt kerfið þarna, nú er shopping komið bara í efstu stöður þarna. Shopping! Já. Já, ég það greinlega skiptum flokk. Það ekki. Í lýðræðinu. Eða fara að kjósa, ég hef ekki kosið, hefur þú kosið? Já. Hvernig vogar þér að hafa skoðun? Lýðræðið. Já, gef ekki mikið fyrir það. Líttu nú bara á hænsna ráðurinn í gær í sjónvarpinu. Já. Það er ekki lýðræði. Jú, ég kaus hann ekki. Ég sagði Halldór þegar hann kom mikið í morgun, ég var með heila körfu að finna sjálfduðum kjúklingi og aðra körfu að brúnum eggjum hvort hann hætti ekki að selja hann hætti 100 kall. Hvað sagði þú þá? Ég held ég að það er orðlaus bara. Nei, þú sagðist það að verslað. Já, ég hef verslaði brúnegg í mörg ár, já, það er reitt. Nú þessu brúnegg? Já, brúnegg, já. Hvað finnst þér þetta núna? Við skulum fatt og líka þú lýðræðislegur. Hvað finnst þér þetta þennan skandal? Og það baðst engin afsökunar í ráðuneyti og ráðherra vissi ekki einu sinni undir hvaða ráðherra þetta tilheyri. Já. Það er nú bara eins og hefur verið á Íslandi, sko, það er alveg sama hvaða uppgötun kemur upp á vanrækslu eða svindli. Að það breytist ekki neitt í kerfinu. Já, húrra fyrir lýðræðinu. Þetta hefur verið svona, sko. Já, þú vilt hafa þetta svona, lýðræði. Já, nei, ég vil ekki hafa það svona, sko. Hvernig viltu hafa það? Já, þau erum bara að kjósa og fá hana fólk í staðinn. Mát.